Við höldum áfram með fundinn og göngum í annan mál á dagskrá sem sala fasteigna Orkuveitu Reykjavíkur við Bæjarháls og Réttarháls og þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér liggur fyrir erindi frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og forstjóra sem ósk staðfestingu á ákvörðun sölu fasteigna Orkuveitu Reykjavíkur við Bæjarháls og Réttarháls. En á fundi stjórnarinnar í lok janúar þá veitti stjórn Orkuveitunar forstjóra heimild til að samþykkja kauptilboð frá Straumi fjárfestingabanka fyrir hönd óstofnaðs samlagshlutafélags við fyrirvara samþykki endanlegs kaup- og leigusamnings. Þetta mál kemur til kasta borgarstjórnar undir tveimur formerkjum. Annars vegar þetta hluti af björgunarplani Orkuveitunar sem hefur verið í gildi hér frá vorinu 2011 og miðar að því að loka 50 milljarða gati í fjármögnun fyrirtækisins á árunum 2011 til 2016. Þetta mál fellur undir eignasölu eins og gefur að skilja en alls var gert ráð fyrir því að 10 milljarða króna yrði aflað með sölu eigna fyrirtækisins. Þegar í upphafi höfuðstöðvar Orkuveitunar við Bæjarháls nefndar sem ein af álitlegum sölueignum og síðan planið eins og það gjarnan kallað í daglegu máli tók gildi hefur þetta mál verið undirbúið og reynt að koma höfuðstöðvunum í verð. Það var nokkuð hik og hikst kannski á því ferli þó að einhverjir hefðu skoðað málið en eftir sérstakt kynningar átak ef svo má segja af hálfu forystu fyrirtækisins gagnvart mögulegum kaupendum að þá komu 2 tilboð og það sem hér lagt til að gengið verði til samninga felur í sig kaupverð upp á 5,1 milljarð leigusamning sem þýðir að Orkuveitan leigir húsnæðið sem að það áður selur en með kauprétti. Mikilvægt að átta sig á því að það engin kaupskylda á Orkuveitunni, hvorki að 10 eða 20 ára liðum en kaupréttur og þess vegna má í fyrsta lagi fullyrða að hér hreina sölu að ræða en í raun mætti líka líkja þessu við lán til 10 eða 20 ára vegna þess að þessi kaupréttur sannarlega til staðar. Og hann allverðmætur því að ef fasteignamarkaður, ef við erum í lægð í fasteignamarkaði sem við út af fyrir sig getum aldrei verið fullviss og fasteignaverð þróast mjög til hækkunar á næstu 10 árum þá getur verið mjög verðmætt fyrir Orkuveituna að kaupa tilbaka þetta hús á þessu sama verði. Erindi forstjóra fylgir ágætis greinargerð þar sem raktir eru bæði kostir og gallar í málinu því að því ekki að leyna að því fylgja ekki bara kostir að selja húsnæðið, það eru líka gallar. Til dæmis þetta dýrara að taka lán ef ekki horft til kaupréttarins, þar að segja ef hann ekki metinn til virðis. Þetta lækkar EBITDA sem nemur nettó leigufjárhæð. Leiguskuldbindingi þarf hugsanlega að færa til skuldar og efnahag ef breyting á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum gangi í gegn 2015 og síðan þetta mál sem þarf að kynna lánardrottnum. Á jákvæðu hliðinni eru hins vegar þeir kostir að hér þetta verulegum áfanga náð í eignasölunni og þeir sem voru að tala sig upp í það hér í haust að við værum upp við vegg varðandi sölu og hlut okkar í gagnaveitunni geta andað rólega. Þetta eykur tvímælalaust líkur á eignasölu hluti plansins standist og þar með eru allir hlutar plansins á grænu. Þetta styrkir lánshæfismat Orkuveitunar. Kauprétturinn mikilvægur, lausafjárhlutfallið batnar til muna en lausafjárstaðan veikasti fjármálamælikvarði Orkuveitunar
ekki síst út af stórum gjalddögum nú í apríl, þá mun þessi gjörningur auka lánamöguleika Orkuveitunar og minnka tímapressu og öðrum stórum þáttum í sölunni. Eins og gjarnan þegar stórar fjárhagslegar ákvarðanir er að ræða, að þá höfum við fengið sérstaka umsögn fjármálaskrifstofu til þess að styðjast við í mat okkar á þessu máli. Það mjög brýnt, ekki síst vegna þess að hér vegast á kostir og gallar. Orkuveitan væri ekki að selja húsið ef hún væri ekki þeirri þröngu stöðu sem hún er. Ég held að það sé alveg augljóst. Og jafnvel eftir þessa sölu að þá vegna þess að Orkuveitan skuldbindi sig til þess að leigja allt húsið, þarf Orkuveitan að hafa allar klær út í að leigja út þann hluta húsin sem að Orkuveitan ætlar ekki að nota sjálf. En að öllu vegnu er það klárlega mat fjármálaskrifstofu í vel rökstuddri umsögn og greinargerð, að minnsta að því best verður séð, að, með leyfi forseta, það mat fjármálaskrifstofu að sala á umræddum fasteignum á grundvelli fyrirliggjandi tilboðs sé á viðunandi kjörum ef litið á söluna sem form af lántöku. Kaupverðið er að vísu talsvert undir endurstofnverði en skilmálar kauprétt gera kaupin fýsilegri en ella í ljósi þess að líklegt er að fasteignaverð verði orðið mun hærra liðnum 10 árum. Salan bætir lausafjárstöðuna verulega en þetta eini þáttur plansins sem undir áætlun og það hefur skapað ákveðnar efasemdir planið. Salan mun þannig auka trúverðugleika fjármálafyrirtækja á planinu að nýju sem hefur verið mjög jákvæð áhrif á fjármögnunarmöguleika Orkuveitu Reykjavíkur. Tilvitnun lýkur. Gögnum málsins fylgir síðan lögfræðileg útlaustun á túlkun og beitingu ákvæða eigendaábyrgð í lögum. En það má segja að við séum að fjalla þetta mál hér, bæði á grundvelli þess að hér getur verið að ræða skuldbindingu sem nær 5% af eigin fé Orkuveitunar, en líka vegna þess að það má færa sterk rök fyrir því, grundvelli eigendastefnunar Orkuveituna, að hér séum meiri háttar mál að ræða í hennar skilningi. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta sinni en mun eftir bestu getu svara þeim spurningum sem upp kunna koma í umræðinni og legg til að erindi stjórnar Orkuveituna verði samþykkt. Þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla ekki að hafa langt mál þetta en tek undir með borgarfulltrúa Degi B. Eggertsssyni mikilvægi þess að samþykkja sölu á fasteigninni. Það kannski ekkert endilega í samræmi við þá stefnu sem við Vinstri græn höfum haft. Ég held að það væri náttúrulega miklu betra ef við getum verið í eigin fasteign og rekið hana sjálf, en miðað við það hvernig staða fyrirtækisins núna, að þá þetta lang besti kosturinn sem við getum gripið til þess að styrkja lausafjárstöðu fyrirtækisins og efnahagsreikningin sem heldur laskaður. Með þessu við Vinstri græn vorum ekkert sérstaklega hrifin á því þegar að fasteignir borgarinnar voru seldar til þess að gera leigusamninga við fasteignafyrirtæki út í bæ á Höfðatorgi, en núna bara staðan allt öðruvísi. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera, ekki síst vegna þess að við erum öll sammála það að það þarf að selja eignir, og með því að gera þetta að þá erum við að minnka pressuna á okkur að selja innviði fyrirtækisins. Rekstur fasteignarinnar eða eignarhald á henni ekkert aðalatriði þegar kemur að hlutverki og þjónustu Orkuveitunar. En öðru máli gildir gagnaveituna til dæmis sem að hafa verið uppi áform að selja. Núna getum við aðeins slakað á í þeim málum, beðið aðeins og jafnvel velti fyrir okkur yfirvegað hvort að það sé rétt yfir höfuð, og að ég tali nú ekki aðra hluti sem að einhverjir hafa nefnt sem betur fer ekki í þessum sal, en hafa þó
komið upp í fjölmiðlaumræðum, til dæmis að selja einstakar virkjanir eða eitthvað sem er enn mikilvægara fyrir rekstur fyrirtækisins. Ég sem sagt hlynnt því að við göngum til þessara samninga, að við seljum höfuðstöðurnar og leigjum af kaupendunum til næstu 10 að 20 ára með kaupréttar ákvæðinu sem er ekkert víst að við notum en mögulega ef það er hagkvæmt þá gerum við það. Já, ég hef sem sé lýst þessari skoðun minni og mælist til þess að við samþykkjum þetta. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það má segja að þetta sé húsfundur hér í dag. Hér ræðum við 2 merkileg hús, tónlistarhúsið fyrst og núna orkuveituhúsið. Þessi 2 hús hafa verið mjög áberandi í opinberri umræðu á síðustu árum og ég tel að það megi draga mikinn lærdóm af byggingu orkuveituhússins, ekki síður en Hörpunnar. Það var að fara að tala um það fljótlega eftir sameiningu 3 veitufyrirtækja í orkuveituna síðustu aldamót að það er að byggja hús. Og fyrst var lagt upp með það að borgin myndi selja hús Hitaveitunar, Vatnsveitunar og Rafmagnsveitunar, þessi húsnæði þeirra, og vegna þess að meirihluti þess húsnæðis væri svo góðum og dýrum stað í borginni, þá væri með bara nokkuð auðveldum hægt að nota þær tekjur sem fengjust fyrir þá húsasölu til þess að reisa nýtt húsnæði upp á hálsum, upp á Bæjarhálsi og Réttarhálsi og fyrir andvirðið. Nú, við sjálfstæðismenn, ég held að við höfum fallist á það allavega í byrjun að þetta geti verið skynsamlegt og það verið rétt að standa þessu með þeim hætti. Ég ætla ekki að fara svo sem nákvæmlega yfir þessa sögu en hún er rakin nokkuð vel í skýrslunni sem kom út orkuveituna í haust, helstu staðreyndir í henni, en síðan bara fljótlega var ljóst að fannst mönnum líklegt og við sjálfstæðismenn í stjórn orkuveitunar, ég satt reyndar ekki á þeim tíma, fór að spyrja kostnað við þetta hús og menn sáu það að þetta færi, mönnum leist ekki á það, menn sáu að töldu að þarna verið að fara út í allt og til húsnæði og menn sáu það svona fljótlega að kostnaður við sölu gömlu húsna myndi ekki hrökkva til. Og þetta mál var margoft rætt hér í borgarstjórn, sérstaklega á kjörtímabilinu tímabilinu 2002 til 2005 en R-listinn þáverandi sem var undir forsæti Samfylkingarinnar, hann með mikilli karlmennsku eins og Dagur Björgvinsson borgarfulltrúi myndi örugglega orða það, stóð fast við þessa ákvörðun, stóð mjög heill að baki þessu verkefni að þetta hús skyldi rísa hvað sem það kostaði og þetta skyldi vera glæsilegt hús, það var að tala með þetta vera glæsilegt og þetta ætti að vera landmark og hitt og þetta og ég man eftir því þegar við sjálfstæðismenn vorum hérna með nöldrandi og við vorum hér með efasemdaraddir yfir kostnaðinu þetta hús, þá var bara fussað á okkur af fulltrúum meirihlutans, ekki síst Degi Bjarkissyni borgarfulltrúi sem stóð bara mjög vel á bak við allar ákvarðanir sem voru teknar í málefnum orkuveitunar á þessum tíma, hvort sem það voru málefni Línu nets eða orkuveitu hússins og borgarfulltrúar R-listans töldu þessum peningum verði bara öllum mjög vel varið og síðan var húsið tekið í notkun. Það var mikil áhersla lögð á það að taka það í notkun á réttum tíma og ég ætla svo sem ekki að þreyta hérna borgarfulltrúa mikið með sögum það hvernig var að húsbyggingunni staðið.
Ég ætla þó að, en ég er bara að minna það að í áðurnefndri skýrslu um Orkuveituna er fjallað um það á mörgum síðum og ég ætla bara að leyfa mér að vitna í einn texta með leyfi forseta úr þessari skýrslu sem er höfð eftir Ólafi Jónssyni sem var nú embættismaður í mannrétti eða starfsmaður Orkuveitunnar, ekki einn af yfirmönnum hennar, ekki pólitíkus, og hann segir svo með leyfi forseta: Kunningi minn rak fyrirtæki sem klippti til steipustyrtar járn, batt í mottur og bjó til lykkjur. Hann sagðist aldrei hafa fengið betri viðskiptavin. Þessi verður vísi í Orkuveituna. Það var byrjað áður en hæðirnar voru fullhannaðar. Hann sagðist hafa þurft að útbúa 2 sett fyrir hverja einustu hæð í þessu húsi. Hann hefði lýsingu á því hvað vantaði og svo þegar búið var að útbúa það, þá hefði komið breyting. Ég veit ekki hvort þið vitið að síðan var það þannig að þegar átti að flytja inn á ákveðnum degi hafði parkett verið lagt á gólfin hráblautt. Það mátti ekki fresta opnun hússins þannig að það þurfti að skipta öll parkett á öllum gólfum. Þetta voru eins og fjallgarðar, eins og Alpafjöll bara. Nema í mötuneytinu, þar var skipt tvisvar. Í annað skiptið var ekki nægilega vel gengið frá úðarakerfi. Tilvitnun lýkur. Ég held að þetta bara byggingasaga þessa hús geti verið okkur öllum víti til varnaðar og kannski þörf áminning að það þarf að bæta vinnubrögð bætt vinnubrögð. Ég held reyndar að dæmin úr þessu húsi séu svo svakalega, menn tóku það var mjög mikið það rætt í borgarkerfinu og ég er nú viss að þetta hefur ekki verið eins rosalegt síðan nema þá ef vera skildi í Hörpunni á byggingatímanum. En ég leiði mér það í morgun að rekna upp kostnaðinn við Orkuveitu húsið og mér telst svo til að á verðlagi dagsins í dag þá sé kostnaðurinn við Orkuveitu húsið kominn í 9,8 milljarða króna, sem er tæpa 10 milljarða króna. Og svo má auðvitað færa rök fyrir því að kostnaðurinn við húsið sé orðinn enn hærri en þetta, vegna þess að það er ekkert leyndarmál að á byggingatímanum þá tók Orkuveitan mikið af erlendum lánum, þannig að mér finnst mjög líklegt að húsið hafi verið að töluverðu leyti fjármagnað með erlendum lánum sem síðan stökkbreyttust, þannig að kostnaðurinn geti verið eitthvað vel á annan 20 milljarða og því þá væntanlega það að ef húsið hefði ekki verið byggt þá hefði Orkuveitan ekki þurft á þessari aðstoð frá borgarstjórn að halda, eins og við erum nú að veita henni áætluð 12 milljarðar. Þannig að ég segi það sami eins og ég sagði með Línunet. Ef R-listinn hefði sparað sér þetta ævintýri, ef vinstri meirihlutinn hér í borgarstjórn hefði á þessum tíma sparað sér þetta ævintýri, hvort sem var Orkuveituhúsið eða Línunet, þá hefði Orkuveitan sennilega komist hjá því að leita á sér borgarinnar með 12 milljarða króna aðstoð. En gott og vel, þetta er búið og gert og það þarf að standa við þessar skuldbindingar. En við sjáum það nú liggur hér fyrir sölusamningur og húsið, fjárfestingin í húsinu er að minnsta kosti 9,8 milljarðar króna. En nú sjáum við að það liggur hér fyrir sölusamningur sem felur það í sér að húsið sé selt á, og nú má ég ekki segja meira, vegna þess að eins og fleira hér í borgarstjórn, þá ræðir hérna leyndarhyggjan ríkjum undir þessa meirihluta. Það er verið að selja eitt stærsta og dýrasta hús í borginni. Sennilega þá, Harpan reddar meirihlutann sennilega þessu tilviki. Ef Harpan hefði ekki verið byggð, þá hefðu við getað sagt að þetta væri sennilega dýrasta húsið í Reykjavík, Orkuveituhúsið. Hefur kostað eitthvað vel á annan 20 milljarða króna, ef allt er talið með. Og nú vill meirihlutinn fara í það að selja eignir, þrátt fyrir orð formanns borgarráðs hér í umræðunni áðan, þar sem hann sagðist ekki hafa neina trú á einkaaðilum lengur, þar sem hann sagði að hinn sorglega saga Hörpunnar sýndi okkur það að það mætti bara ekki með nokkru móti fela rekstur þess hús einkaaðilum, vegna þess að þeir hefðu staðið sér svo illa. En hvað gerist? Svo kemur næsta mál. Og þá kemur sami formaður borgarráðs eða staðgengil borgarstjóra og leggur fram tillögu að selja Orkuveituhúsið til einkaaðila. Bara, hann talar hér þvers og krus, út og suður, bara milli liða. Ég trúi því ekki að borgarfulltrúinn hafi bara verið að hugsa næsta lið þegar hann talaði illa einkaaðila hér áðan, því að ég veit ekki betur en nú sé verið að selja þetta hús til einkaaðila sem munu reka það.
Já, munu hirða því leigutekjur. Þess vegna sé ég ekki af hverju má selja Orkuveituhúsið til einkaaðila og við síðan leigja það aftur, af hverju má ekki gera það saman með Hörpuna. En ég er viss um að hinn oratóriski staðgengill borgarstjóra mun örugglega finna eitthvað gott svar við þessu í ræðu sinni hér á eftir. En mér finnst þarna vera ákveðin þversögn að ræða. Og eins og ég segi, hér er verið að telja að selja stóra eign. Það hefur oft verið gagnrýnt í opinberri umræðu þegar eignir eru seldir. Það er alveg súper viðkvæmt að selja eignir og við erum öll sammála um það að þá skuli ekki kasta til höndum, heldur hér skulu öll vinnubrögð vönduð alveg fram í fingurgóma. En þá bregður svo við að það má ekki upplýsa söluverðið. Við erum að selja hérna opinbera eign. Það má reynda að deila hvort þessi sölusamningur ekki, en væntanlega er borgarlögmaður með samnað um það að ef þetta fer fyrir dóm þá þetta lögformlegur sölusamningur eða kaupsamningur og það er verið að selja hér eign. En ég bið staðgengil borgarstjóra svara með því, af hverju má almenningur ekki fá að vita hvert kaupverðið er? Ég veit að væntanlega hafa allir fengið það í sínum gögnum, ég veit það. En ég má ekki segja hér í pontu. Almenningur í Reykjavík, hann veit núna að fjárfestingin í húsinu er 10 milljarðar króna og kostnaður sennilega meiri ef við tökum gengislánin með inn í breytuna. En almenningur í Reykjavík má ekki fá að vita hvað við erum að selja húsið á. Mér finnst það bara ekki ná nokkur átt. Og ég óska bara eftir því að borgarstjórn taki ákvörðun þar sem fundi að gera þetta opinbert. Ég sé ekki nokkur rök fyrir því af hverju við, þegar við erum að samþykkja þennan samning, að við höldum því leyndu fyrir almenningi. Ég held að hér sé ekki einhverjar viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða sem kom einhverjum illa. Ég held ekki að þetta muni eitthvað skaða viðskiptahagsmuni borgarinnar, tala ekki við erum að fara að samþykkja samningin hér. Þannig að ég treysti því að áður en ákvörðun verið tekin, þá er endalega staðfest, þá var þetta upplýst og kannski ætlaði staðgengilið sér það og það er bara gott mál. En að þessu sögðu, ég bara vek athygli á þessu vegna að þessi meirihluti segir alltaf í orðið í kveðnu að hann fari fram með gagnsæja leiðarljósi, en svo er alltaf önnur þegar kemur að efndunum. En við erum hins vegar við Borgarveitu Sjálfstæðisflokksins, við erum í sjálfu sér bara hlynntir því að þetta húsnæði Orkuveitunnar, við Bæjarháls og Réttarháls, það bara verði selt. Við hefðum að vísu kosið að sú sala yrði bein sem kallað er. Við hefðum bara kosið að það hefði verið reynt til þrautar að selja húsið á almennu markaði, fá fyrir það sannvirði og svo myndi bara Orkuveitan flytja í ódýrara húsnæði. Það er alveg rétt sem hefur komið fram í sumum gögnum málsins að þá hefur þessi fyrirliggjandi sölusamningur, hann hefur að mörgu leyti frekar á sér yfirbragð lánssamnings til 10–20 ára heldur en raunverulegs sölusamnings. Og í því ljósi má segja að Orkuveitan sé í rauninni bara að taka nýtt þorlán. Er þá ekki bara hreinlegra að segja að þetta sé bara mörgu leyti lánssamningur og hreinlegast hefur þá kannski bara verið að Orkuveitan tæki bara nýtt lán. Sölusamningum með þessum hætti, þetta er ekkert ný hugmynd. Ég held alveg frá því að húsið var reist. Þá hefur verið biðröð af fasteignabröskurum inn á biðstofu stjórnarformanns Orkuveitunnar, þar sem menn hafa komið þessa hugmynd og boðist til að kaupa húsið og alltaf með því fórorði að það myndi þá fylgja leigusamningur til einhverja x ára. Nú, það er bent á það að í umsögn fjármálaskrifstofu, ég ætla að vekja athygli á því með leyfi forseta, hér segir: það er mat fjármálaskrifstofu að sala umræddum fasteignum á grundvelli fyrirliggjandi tilboðs sé á viðunandi kjörum ef litið er á söluna sem form af lántöku. Kaupverðið er að vísu talsvert undir endurstofnsverði en skilmálar kauprétt gera kaupin fýsilegri en ella í ljósi þess að líklegt er að fasteignaverð geti orðið mun hærra að liðnum 10 árum. Salan bætir lausafjárstöðuna verulega en þetta er eini þáttur plansins sem er undir áætlun og það hefur skapað ákveðnar efasemdir planið. Salan mun þannig auka trúverðugleika fjármálafyrirtækja planinu að nýju sem hefur mjög jákvæð áhrif á fjármögnunarmöguleika OR tilvitnun lýkur. Þetta skrifar fjármálastjórinn undir. Ég held að sé mörgulegt að taka undir þetta. Ég hygg að vísu að
það megi ekki vanmeta fjárfesta þessu leyti. Ég held að þegar fjárfestar skoða það hvort þeir eiga að lána fyrirtækinu þá líti þeir á þessa samninga, líti þeir á þennan samning og sjá að hann hefur yfir sér bara lánsamnings frekar en sölusamnings. Þannig að ég held að þeir meti það inn í þegar þeir meti fyrirtækið. En hinn hins vegar ekkert að neita að fyrirtæki er í þröngri stöðu. Planið hefur ekki gengið eftir, ekki síst vegna þess að sölu gagnavitunar hefur hálfpartinn verið klúðrað að mínu mati. Ég lagði til í mars og við Sjálfstæðismenn lögðum til í mars 2011 að gagnavitan yrði seld og ég er alveg sannfærður það að það hefði tekist að selja hana á árinu 2012 ef þá hefði verið unnið í málinu. En meirihlutinn gat ekki tekið á þessu máli og það var ekki fyrir á síðasta ári, mitt síðasta ári eða rúmlega það sem svona hreyfing komst á málið. Og þá er verið að tala að selja tæplega helminga fyrirtækinu 49% sem ég held að sé ekki fýsilegt fyrir neitt fjárfesti. En nóg það, staðan bara svo að salan á gagnavitunni hefur einhvern veginn hrakkraufast hjá okkur og hefur verið klúðrað með ákveðnum hætti þannig að Orkuveitan ekki að fá pening fyrir gagnavituna á þeim tíma sem hún mest þarf á að halda sem núna á fyrri hluta árs 2013. 2013 verður erfiðasta endurgreiðslu árið, apríl. Það stórgjalda í apríl sem sennilega kannski verður þá þyngst í mánuðurinn ef maður lítur á þannig. Ég hef að mörgu leyti gagnrýnt hvernig hefur unnið að þessum málum í Orkuveitunni en það hefur líka margt gott verið gert og ég verð að segja það að ég horfi á þetta ár með meiri bjartsýni en ég hef gert kannski en ég gerði á síðasta ári og geri mér svona hóflega vonir það að við munum komast yfir þennan hjalla Orkuveitan sem er mjög nauðsynlegt og út frá því sjónarmiði þá er þetta kann að vera æskilegt að losa fé þó við séum bara að taka þarna nýtt lán. En það var þá líka að kalla hlutina réttu nöfnum. Við erum átt okkur af því hvað við erum að gera með þessu og átt okkur af því við erum að taka nýtt stórlán. Og vaxtakjörin, það er ekki að neita þetta, og vaxtakjörin eru töluvert lakari heldur en Reykjavíkur, bæði Reykjavíkurborg og Orkuveitan njóta varðandi fjármögnun sinna lána. Þannig að það má alveg segja út frá því sjónarmiði væri skynsamlegra að taka bara alvöru lán á hagstæðari kjörum en þarna bjóðast. Og síðan þetta sem er komið inn á í minnisblaði fjármálastjóra að það megi telja kaupin fýsilegri en ella í ljósi þess að líklegt að fasteignaverð geti orðið mun hærra að liðnum 10 árum. Þetta er mörguleyti skynsamlega skrifað en í hvað eru við borgarfulltrúar komnir þarna og stjórn Orkuveitunar? Já, við erum komin í spákaupmennsku, við erum komin í hálfgerða spákaupmennsku, við ætlum að taka okkur ákveðna stöðu. Væntanlega í trausti þess að atvinnuhúsaeignir á hálsunum hækki einhver x% á næstu 10 árum. Og það er reyndar staða sem mér finnst slæmt að vera í sem borgarfulltrúi að þurfa að fara að spá í að þurfa að samþykkja eitthvað stóran fjármálagjörning út á okkur spekulasjónir það hvernig fasteignaverð verði austanverði í borginni eftir 10 ár. En það mælir vissulega með þessari tillögu að bara staða Orkuveitan í þröngri stöðu, hún þarf að losa fé, hún þarf að fá það. Ég segi hún þarf að fá það ég segi ekki hvað sem það kostar. Ég er þeirra skoðunar að það hefði mátt skoða þetta mál betur og freista þess að selja húsið í beinni sölu, selja húsið án leiguskuldbindinga. Við viljum að gera okkur líka ljóst að skuldbindingar sem koma fram í samningnum eru þær að Orkuveitan tekur allt húsnæði á leigu. Húsnæði náttúrulega var, eins og kemur fram í skýrslunni góðu, þá var húsnæðið allt of stórt. Það var verið að byggja langt umfram þörf Orkuveitunar, allt of dýrt húsnæði þarna á sínum tíma. Stór hluti húsnæðisins hefur alltaf staðið ónýttur eða sem sagt verið í útleigu til hinna á þessara fyrirtækja út í bæ
og með allri virðingu fyrir Orkuveitunni þá held ég að hún eigi ekki að vera leigusali. Ég hefði, og það að Orkuveitan taka á sig ábyrgðina á öllu húsinu, hún leigir allt húsið aftur, þar síðan sjálfa standi því að vera leigusali frekar en að þessi ágæti kaupandi gera það. Það er náttúrulega bara með þeim ennþá frekar ítrekað að þetta sé leigusamningur, þetta sé lánssamningur frekar en sölusamningur. Þannig að, og ég held að líka hafa þar ekki háði komist að hafa í huga í þessu tilviki mikla umræðu á Íslandi og í Danmörku á undanförnum árum og reyndar áratugum hvort að hvaða stefna í að vera í fasteignamálum sveitarfélaga. Strax árið 2004 eða 2005 þegar það leyti sem var að taka þetta hús í notkun, þá var mikil umræða það í Danmörku sem náði alveg hingað það að þar hefðu sveitarfélög gengið allt og langt í því að selja frá sér húsnæði inn í slík leigufélög og leigja því aftur. Þetta hefði verið í mörgum tilvikum dýrari fyrir sveitarfélögin. Þetta væri bara stjórnmálamenn að búa sér til ódýrt fjármagn til þess að eyða og redda sér fyrir næstu kosningar. Þessi stefna náði til Íslands eins og við þekkjum af fyrirtækinu Fasteign þar sem var verið að endurskoða allt daginn. Hún náði líka til okkar hingað í borginni varðandi Trésmiðjureitin eða Höfðatorg, þar sem borgin mótaði þá stefnu, held ég bara rétt eftir árið 2000, að það væri skynsamlegra að leigja en eiga. Það er þetta heimskulegt að segja það fer náttúrulega bara eftir í hver kjörin eru á leigunni eða eignunum sem segja til það, ekki einhver stefna sem er mótuð í borgarstjórn. En út frá því var Höfðatorgi byggt og það má margt segja þá byggingu, en ég held að, og við ræddum hér líka meilsöldin áðan, ég held að það séu til velheppnuð verkefni á þessu sviði, en ég tel því miður að lélegu verkefni séu kannski fleiri. En svo má kannski segja endanum að kannski gæfa Reykjavíkurborgar fólst kannski ekki síst í því að það var tekin ákvörðun það að fara ekki inn í þetta fasteignabrall með hinum sveitarfélögunum. Það held ég að hafi verið mjög jákvætt og minnir allir flokkar að við bara staðið saman að þeirri ákvörðun. Þannig að mér finnst svolítið að þegar að önnur sveitarfélög eru að hverfa frá þessari leigustefnu, að þá sé Reykjavíkurborg með þessum hætti að sigla inn í hana eftir miklar umræður og væntanlega er þessi meirihluti að gera það vegna þess að hann telur að planið sé annars í hættu. Og ég tek alveg undir það verður að reyna að standa við þetta plan og Orkuveitan þarf að komast í gegnum þetta erfiðasta endurgreiðslu ár sitt og ég hef þó efasemdir að þetta sé eina leiðin til þess að selja húsið með þessum hætti. Ég tel að það hefði mátt standa betur að því og hef bókað þá fundum Orkuveitunnar, tel að það hefði mátt standa betur að því að selja það í beinni sölu og svo hins vegar að því Reykjavíkurborg er síðan svo rúin landstrausti, þá hefði það getið verið skynsamlegra út frá bara kostnaðarlega séð að Orkuveitan eða bara borgin tæki þetta lán. Það hefði kannski verið bara fólkin verið hægt að spara fé þannig. En já, þannig að húsið kostaði minnst 10 milljarða og það er verið að selja okkur x milljarða. Ég skildi fjármálastjórn og borgarlögum þannig að maður mætti ekki segja töluna. Ég bara vona að við afléttum má segja töluna. Já, þá bara gerir formaður borgarráðs mér var að tjáða að það mætti ekki segja töluna. Fjármálastjóri, má segja töluna? Já, fjármálastjóri bandar frá sér, ég skilna þannig að það megi ekki segja þessa tölu, en minnstu kosti ef formaður borgarráðs tilbúin að segja töluna, þá hefur hann fullan stuðning minn til þess, en það getur þá orðið pólitíska ábyrgð okkar beggja. Ég hvet hann til að segja töluna þannig að almenningur fá að vita þetta. En ég ætla ekki að segja töluna hér vegna ég var beðinn halda trúnaðarvarandi hana. En það er að minnsta kosti ljóst að ef við lítum svo á að sölu á húsinu sé að ræða, þá er það ljóst að þetta verkefni, ef það er gert upp þannig, þá felur það í sér feiknarlegt tap fyrir Reykjavíkurborg. En eins og kemur fram í þessu minnisblaði fjármálastjórans, þá er ýmislegt sem bendir til þess að salan kunni vera eina úrræðið til að bjarga planinu og
og ekki vil ég draga úr því að við sjálfstæðismenn við erum hjartanlega sammála á því að það megi selja húsið en hefðum frekar kosið að það er í beinni sölu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, vegna þeirra fyrirspurna sem til mín er beint að þá vil ég vísa til þess að þann 25. janúar birtist frétt á heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur þar sem greint er frá því að stjórn Orkuveitunar hafi samþykkt tilboð í höfuðstöðvar fyrirtækisins og er í raun upphaf þessa máls. Í fréttinni kemur fram að tilboðið var 5,1 milljarður króna. 5,1 milljarður króna af því að ég var óskað eftir að sú tala er nefnd. Hún hefur verið opinber núna í meira en hálfa mánuð og af því að hér var verið að gera því skóna að þetta myndi þýða tap fyrir Reykjavíkurborg eða samstæðuna að þá eru höfuðstöðvarnar bókfærðar á 4,6 milljarða eða 4,5 milljarða í bókum Orkuveitunar þannig að þessi sala mun leiða af sér sölu hagnað en ekki tap, sölu hagnað upp á 600 milljónir og mun það þetta koma fram bæði í bókum Orkuveitunar og í samstæðunni. Annars þakka ég fyrir ágætar umræður. Ég er sammála því að það sé rétt að nálgast þetta mál og ræðum þetta sem eitt form lántöku. Það kemur fram í umsögn fjármálaskrifstofu. Ég held að það gefi svona hvað skýrasta mynd af þessu, sérstaklega í samanburði við aðra kosti í stöðunni. Þetta hefði verið hægt að hugsa sér að borgin sjálf myndi binda 5,1 milljarð í höfuðstöðum Orkuveitunar en að öllu vegnu þá teljum við þetta skynsamlega leið og fara þar saman hagsmunir Orkuveitunar, hagsmunir plansins eða björgunaráætlunarinnar og hagsmunir Reykjavíkurborgar og samstæðu borgarinnar. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu, óskar borgarfulltrúin eftir að veita andsvar eða koma upp. Já, þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskar eftir því að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, góða borgarfulltrúar, ég bara þakka formanni borgarráðs fyrir þetta. Það var búið að biðja mig trúnað á þessari trúnað á tölunni en þessi tilkynning á vefnum hafði bara farið fram hjá mér. Þannig að það er bara, mér finnst það bara gott mál að þarna kemur fram að þetta er 5,1 milljarður króna og miðað við það að Orkuveituhús er að núverandi verðlagi fjárfestingin í því sem er þá endur stofnverði væntanlega 9,8 milljarðar króna að þá er alveg ljóst að þarna er feikilegt tap að ræða ef við lítum á þetta sem sölusamning en kannski getum við þá kannski bara ef við lítum ekki á þetta sölusamning heldur í lánssamning þá kannski komist í á því en eigi að síður þegar maður horfir að máli í heild sinni þá er ljóst að hér er allt of dýra húsbyggingu að ræða. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já ég sammála því það er ágætt að þessi tala sé opinber en bara undirstrika það að þegar að verið er að meta hagnað eða tapinn í rekstrarreikning fyrirtækja eða sveitarfélaga að þá ræðst það af mismuni þess verðs sem fæst í sölu á viðkomandi eign og bókfærðsverðs. Bókfærðarverðið í þessu tilviki eru 4,5 milljarðar og því er sölu hagnaðurinn 600 ef að þessi tillaga samþykkt. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara andsvari. Þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við þurfum að bera þennan dagskrárlið upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefi merki. Einhver á móti. Það telst því samþykkt með 10 atkvæðum gegn 5 hjásetu. Þá hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins áskilið sér rétt til bókunar undir þessum dagskrárlið. Við göngum í þriðja